Starfsmenn hjá Alcan á Íslandi eru nú 470. Áætlað að stækkun álversins skapi í allt 1200 ný og varanleg störf. 350 beinstörf hjá fyrirtækinu og ríflega tvöfalt fleiri afleidd störf vegna aukina umsvifa. Þetta án efa staðreynd sem kjósendur munu hafa í huga þegar gengið að kjörborðinu. Það vekur hins vegar athygli að starfsmannamál álversins hafa verið áberandi í fjölmiðlum undanfarin misseri. Aðallega í tengslum við uppsagnir. Kompás hefur heimildir fyrir því að gerðir hafi verið starfslokasamningar með sérstöku þöggunarákvæði, þar sem fyrirverandi starfsmönnum meinað að tjá sig fyrirtækið á neikvæðan hátt og fá greitt fyrir. Í þeim hópi eru starfsmenn sem unnið höfðu hjá álverinu áratugaskeið þegar þeim var sagt upp. Hafið eitthvað að fela? Við vilja ljúka málum við starfsmenn, það nýverið við lokið slíkum málum við starfsmenn. En það bara eins og gerist og gengur á vinnumarkanum að það eru gerðir starfslokasamningar við menn þegar verið að ljúka þeirra málum. Hvað finnst þér þessa samninga þar sem að menn í rauninni eru múlbundnir þegar mega ekki tjá sig málefni fyrirtækisins? Það er náttúrulega ákvörðun hvers og eins að ganga frá svoleiðis samningi ef það sé í þeim, en aftur á móti þá hefur fyrirtæki komið fram þannig við menn að þeir að vera að segja upp mönnum og það náttúrulega við skulum gera grein fyrir því það alls staðar verið að segja upp annars staðar líka fólki. En af hverju þetta þagnarákvæði í samningnum? Er það ekki bara eitthvað sem mjög algengt og við líka bara eðlilegt að menn sé ekki að fjalla, við fjöllum ekki málefni einstakra starfsmanna og leggjum mikla áherslu á það að fjalla ekki það og þá eðlilegt að við ætlumst til þess að málinu sé lokið og þar með því lokið. Fyrirtæki hefur farið algjörlega eftir kjarasamningi. Það segir upp starfsmannum, borgar honum uppsagnarfrestinn. Í flestallum öðrum fyrirtækjum mönnum sagt upp og það gerir krafum að þeir vinni uppsagnarfrestinn, sem alltaf 3 mánuðir. Ertu að segja að svona þagnarákvæði sé algengt í svona samningum? Ég tel að það sé mjög eðlilegt að við segjum að máli sem lokið sé lokið, þannig að við sé eðlilegt að það sé þá ekki meira að fjalla. Og við viljum ekki fjalla málefni starfsmanna. Kæmi það sér illa fyrir fyrirtæki þá? Ég held að það sé best að þeim málum sem við ljúkum við starfsmenn að við heldum þeim þannig og við fjöllum ekki málefni starfsmanna, þannig að ég get ekki tjáð mig það. Ég tjáði mig ekki málefni einstakra starfsmanna og jafnvel þó ég sé komin í kosningabaráttu, þá mun ég ekki fara að tjá mig málefni einstakra starfsmanna. Það mjög skýr stefna okkar og það verður bara þannig. Við erum ekki að biðja það, við erum bara að biðja að útskýra hverju þetta þagnarákvæði sé í samningum. Það hluti af málefnum viðkomandi starfsmanna þegar ef við biðjum að útskýra ákvæði í samningum sem eru trúnaðarmál, þá hlýtur það að vera að fjalla málefni þeirra og það ger ég ekki. Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, hefur komið að gerð þöggunarsamninga og ritað undir þá. Það eðlilegt að verkalýðshreyfingin standi á bakvið það að þeir megi ekki tjá sig? Sko, ég tel það að verkalýðshreyfingin standi ekki á bakvið það að hann megi ekki tjá sig. Það er bara, ég veit að það var bara, þessi vinna fór í gang þannig að þessi ályktun var samþykkt í Bæjarbíó og það var ákveðið að sækja rétt þessara manna. Þessu var vísað á ársfundi Alþýðusambandsins inn í miðstjórn og rétt á miðstjórn fyrir að fjalla málið, þá haft samband við Ísal og Ísal segist að tilbúið að koma og gangar á samkomulagi. Svo verður bara þetta samkomulag til þar sem að þessir aðilar og fyrirtæki setjast niður og klára málið. En leið þagga niður í starfsmönnum? Ég þaggaði ekki niður, ég meina sko það ég get ekki sagt alveg hvað stendur í þessu bréfi en þeir eiga að velja þetta sjálfur. Kompás hefur rætt við fjölda fyrrverandi og núverandi starfsmanna álversins sem þora ekki að tjá sig. Hver heldur ástæðan sé fyrir því? Ég veit ekki hver ástæðan fyrir því að menn þora ekki að tjá sig. Við eigum samskipti og þeir við sína yfirmenn og framkvæmdastjóra og menn ræða hlutina miklu opnar og betur heldur en var áður. Gamla daga einkenndi samstarfi í Straumsvík var mikið af upphrópunum, nú erum við búin að halda námskeið og fara með menni í gegnum skóla en það sitja á fundum og ræða málin, þannig að það miklu opnar og betri umræður en af hverju menn þora ekki að tjá sig eða vil ekki tjá sig skal ég ekki segja, menn auðvitað erum við í kosningabaráttu og þá eru ýmsir aðilar sem að reyna að nýta sér og rifja upp eldgömul mál og eitthvað sem þeir leika á borði að nýta þá stöðu en við munum ekki fara út í að ræða málefni einstakar starfsmanna, jafnvel þó við séum í kosningabaráttunni. Sumir starfsmenn segja
reyna nú beina hræðslu starfsmannastefnu vera reknað? Menn eru látnir fara til þess að vara aðra við? Já, það var alls konar kenningar komið upp sko, en það segir náttúrulega sitt að þarna mjög hár starfsaldur og það ekkert hár starfsaldur nema að það farið eitthvað saman að mönnum líka að vinna og séu sáttu við að vinna á staðnum. En finnst þér þetta siðlaust að álverið standi svona mál? Já, sko, þetta náttúrulega, má segja að þetta sé siðlaust að koma svona fram gagnvart svona starfsmönnum. Af því það búið að nota starfsmannir að lunga úr starfsæfi mannsins og hann hleypur ekkert hvað sem í vinna á eftir. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn sem höfum rætt við segja hreinlega að það sé stundu hræðslustjórnun í álverinu. Ég bara vísa því alveg á bug, það ekki, og menn sjá það bara sjálfur að ef það væri hræðslustjórnun þá myndi fólki bara fara, það nóg að vinna að hafa og fólk getur bara mjög auðvitað gengið út og fengið sér vinnu annar staðar. Hefur þú ekki fundið fyrir þessar hræðslu starfsmannastefnu? Nei, jú, að hluta til. Jú, ég var að vikina það, að hluta til verðum að vara við það, en menn svona fylgi eftir sinni samfæringu með mál og... Maður verður ekki mikið var við það að menn sé almennt að tjá sig stjórnina sögur. Akkur heldur það þessi? Já, það náttúrulega kannski má segja að það hefur náttúrulega komið upp á að menn hafa fengið þarna uppsagnir og menn hafa kannski ekki fengið ástæðuna fyrir því að það getur vel að það hefur bara fælt fólk frá því að vera að taka afstöðu eða spyrja eitthvað til málin. Verið að þagga neyri fólki með stjórnina? Já, ég get nú ekki sé það að sé verið að þagga, en náttúrulega fólki virðist vera á tánum varðandi því að láta hvað sem í ljósi.